Heitavatnslögnin frá Deildartunguhver að Akranesi farin að láta á sjá og gefa sig. Hún orðin hátt í 40 ára gömul. Nú standa fyrir dyrum umfangsmiklar breytingar. Það á að byggja hér nýjan geymi og tryggja Akurnesingum heitt vatn til frambúðar. Eiríkur Hjálmarsson frá Orkuveitunni, hvernig er staðan núna? Hvað á að gera? Sú áætlun sem við höfum kynnt, hún gengur út á það að byggja nýjan miðlunargeymi bara þar sem við stöndum við hlið dælustöðvarinnar hér og geymisins sem að fyrir hann gerir það að verkum að með því að vera 3 sinnum stærri heldur en geymirinn sem að fyrir að þá hafa bilanir á æðinni síður áhrif á afhendingaröryggi til fólks og fyrirtækja hérna á Skaganum. En lögnin sjálf, verður hún ekki, það var byrjuð endurnýjun, slegið á frestu, verður ekki haldið áfram með það? Jú, það verður unnið samhliða og það svona, ég var að segja svona svartbletta nálgun sem við höfum við það. Þar sem að bílanir eru tíðastar, það eru þeir staðir sem að ganga fyrir. En með því að miðlunargeymirinn hér verður reistur og komin í gagnið innan árs, að þá hafa bílanir minni áhrif og eins líka endurnýjunarverkin sjálf, því að það annað sem að hefur dregið úr afhendingarörygginu hérna það að þegar við erum að tengja nýja kafla í lögninni að þá hefur miðlunarrými stundum verið of lítið, þannig að það hefur komið til vatnsleysis hér við þetta viðhald. En hvað með að leita að vatni nær eða jafnvel á Akranesi? Það hafa verið boraðar víða hér á Skipaskaga, svona hitarstigguls og rannsóknarholur og þær hafa gefið svona ekkert allt og góðar vonir að hér sé verulegan forða að finna. Hérna upp í Leirársveit blússandi hiti en þar vatnið svo súrt að ef það væri flutt í bæjarins þá myndi það fljótt bitna á ofnum bæjarbúa en þetta reglubundinn þáttur í rekstri hitaveitunum hér að tryggja það sé til nægur forði til framtíðar. En hvað segirðu mér með, þetta orðin 40 ára gömul lögn, asbestlögn, þetta úrelt efni og ekki nothæft lengur, má ekki nota þetta, þetta ekki bara bráðnauðsynlegt að fara að skipta þessu? Jú, það er það og aldur lagna segir ekki alltaf til ástand þeirra. Það ég held að séu vatnsveiturlagnir í Reykjavík frá 1909 ennþá, en þetta mjög erfitt efni að vinna með. Þetta bæði vegna bílananna, þá þarf að gæta sérstaklega varúðar við vinnu við lögnina og svo þetta, það var einn samstarfsmaður hérna á Skaganum sem lýsti í þannig, þetta eins og að vera með eggjaskurn í höndunum, Eiríkur. Eiríkur, verður þetta dýrar framkvæmdir, kostaðar mikið? Já, þetta búið að kosta 1000 milljónir frá 2005 og til dagsins í dag og þetta eru svona 5000 milljónir í viðbót. Að undanförnu hafa staðið yfir miklar framkvæmdir hér í fiskimjölsverksmiðjunni á Akranesi og verið að taka nýja verksmiðjurnar í notkun. Björn Almar Sigurjónsson, hvað það sem þið hafa verið að gera hér? Við erum að stíga svona fyrstu skrefin í rafvæðingu á verksmiðjunni og tókum út hérna einn olíukynntan gufukitil og setjum inn rafskautakítil sem við fáum væntanlega næga orku á í framtíðinni. Við fáum til að byrja með 2,5 megavatt inn á hann sem það rafmagn sem Sementsverksmiðjan var að nota og notar ekki lengur. En þurfum við miklu meira, það ekki? Já, ef við stígum skrefið til fulls og rafvæðum hérna þurrkarana líka, þá þetta einhver tala upp á 18 megavatt í það heila. Það búið að leggja rafmagnin í og allt að verða klárt eða hvað? Já, þetta bara á næstu dögum, þá getum við skotið á kitilinn og hérna byrjað gufu framleiðslu sem sagt á rafmagni. Og hvert verður ráefnið? Hráefni sem náttúrulega þessi hefðbundin bræðslufiskur þegar að loðnuvertíðin stendur yfir, þá tökum við hérna afskurð frá hrognavinnslunni og
svo er verið að setja núna upp hérna litla verksmiðju til að vinna auka afurðir frá frystingunni á Norðurgarði í Reykjavík og því ætlum við að keyra hérna upp yfir og vinna jafnharðan. Þannig að það er fiskimjöl og lýsi úr beinum og slógi? Já, þetta er svona bara hefðbundin verksmiðja en mikið minni. Afköstin á henni verða 55 tonn á sólarhring og við reiknum með að vinna hérna einhver 10.000 tonn á ári á þessu eins og staðinu í dag. En hver verða afköstin á fiskimjölsverksmiðjunni með nýjum rafskautakatli? Afköstin breytast ekkert sko því að með þessum rafskautakatli sem náttúrulega dugar enga veginn fyrir miðað við þessa orku sem við fáum inn á hann núna, þá dugar það náttúrulega ekkert fyrir þegar við erum á loðnu bræðslunni. Þá tökum við hérna inn sko olíukyntaguðukalla líka sem að voru fyrir í verksmiðjunni. Við höldum 2 eftir. Er þetta alveg ný gerða fiskimjölsverksmiðju sem er að taka í gagni hérna fyrir beinin og það? Ja, þetta er alveg nýr búnaður og keyptur hérna frá Hoslev í Danmörku og er bara þessa dagana svona verið að leggja loka hönd á uppsetningu. Engin góðan og lykt frá þessu? Hún verður í miklu lágmarki, það er náttúrulega aldrei vinnslu fylgir einhverju lykt, hvort sem það er fiskvinnsla eða bílasprautin eða hvað. Og svo er alltaf mat hvers og eins, hvort það lykt sé góð eða slæm. Kalla þetta bara fiskimjölsilm eða eitthvað? Þetta er bara peningalykt og kemur til góðs fyrir alla. Er það margir að vinna hérna í fiskimjölsverksmiðjunni, Almar? Það eru svona, á vertíðinni erum við hérna 10, eitthvað svoleiðis 10-11 og svo erum við með verktaka hérna í Löndum úr skipunum. Hráefni sem verður fyrir þessa beinaverksmiðju, það verður nægt? Það ætti að duga svona 200 daga vinnslu eitthvað svoleiðis á ári. Og meira að færast í land núna fiski? Já, það er aukin landvinnsla í fyrirtækinu og við viljum náttúrulega nýta allt sem tilfellur, allt sem við berum að landi, það ætlum við að nýta okkur til aukinna verðmætasköpunar, bæði fyrir fyrirtækið og eins náttúrulega byggðirnar sem við störfum í. Þeir eru margir sem leiða í gegnum Borgarnes og það er mikla þjónustu að hafa. Þeir sem stoppa geta fengið sér í svanginn á ýmsum stöðum alveg við þjóðveginn. Ein þeirra og svo nýjasta í röðinni er N1 og þar er stöðvarstjóri Sigurður Guðmundsson. Hvernig hafa nú viðtökurnar verið frá því opnuðu? Þær hafa nú bara verið mjög góðar og eins og sést á stöðinni þá hefur hún tekið stakkaskiptum og er bara mjög góð og gott að vera hérna innandyra sko. Maður finnur það alveg á fólkinu sko. Er mikil umferð hérna? Já, þetta er mjög mikil umferð hérna sko. Og við séum í janúar núna þá sem að vísu rólegasti mánuðurinn en svona alveg 6, 7, 8 mánuði þá er mjög mikil trafík hérna á hverju ári sko. Þjóðvegurinn er náttúrulega hérna í gegn sko og það er mikið af margt fólk sem að býr fyrir aftan okkur sem að það bæði á Norðurlandi og Vestfjörðum sem að keyra hérna í gegn sko og Snæfellsnes náttúrulega. Þannig að það er mjög mikil umferð hérna í gegn sko. En nú lítur þetta að dreifa svolítið hvar fólk stoppar. Það eru hérna 1-3 þjónustustöðvar á vegum olíufélaga og svo er bakaríið. Þar er líka hægt að fá sér kaffi og brauð og hvaðina. Dreifist þetta ekki samt svolítið mikið fólkið þeirra? Jó, en það er samt sko, þetta styður hvað annað sko. Það styrkir staðinn þegar það er meiri fjölbreytni þá stoppa fleiri sko. Það
það náttúrulega það stoppa ekki allir í Borgarnesi í hver skipti sem ég keyri í gegn en eftir því sem að staðirnir eru fleiri og fjölbreyttari þjónusta þá hækkum við það hlutfall sem að stoppar. Þannig að þú veist, þó að við séum í samkeppni þá styður þetta hvað annað og svo náttúrulega má ekki gleyma því að fólk verður að fá að fara í fílu við okkur eða hinna og koma svo aftur tilbaka þegar þeir eru búin að jafna sig og farnir í fílu hinum megin. Eða það er nú svona meira spaug sko, en það er alveg sama, sko, ég held að við værum ekki að taka svona marga gesti að fá svona marga kúnna til okkar í Borgarnesi ef það væri bara ein bensinstöð og einn stór markaður. Sko. En hvernig er það? Nú hlýtur að hafa verið orðið þröngt þetta hérna. Þetta er miklu stærra og meira pláss heldur en við vorum með. Var ekki orðið þörf á að breyta til? Það var náttúrulega, sko, þetta hús er orðið 21 eða 2 ára og það var svo sem það var búið að nýta allt úr gamla húsinu sem að hægt var. Það var eiginlega svona, já, það var búið að mjólka út úr í allan líftíma og öllum innréttingum og öllu því þannig að það var alveg kominn tíma að breyta og húsið er nú, þó að fólki finnist að það hafi stækkað, þá hefur það ekkert stækkað. Það var byggt við einhverjir kannski 5 fermetrar eitthvað svoleiðis. En húsinu var öllu umbylt að innan. Þannig að það nýtist miklu betur núna sem fyrir, eða fólki finnst að vera stærra. Sko. En við erum með sama, nánast sömu fermetrarna. Kostgangarar hér í hádeginu einhverjir? Já, það er alltaf dágóður hópur af kostgöngurum hérna í hverju hádegi. Sko. Njótið það góðs að líka þeim sem er að vinna á svæðinu, þó þau búið ekki endilega hérna. Já. Það er þó nokkur hópur sem vinnur hérna á þessu svæði sem að býr annar staðar og við sem að búum hér, eða margir sem búa hérna sem vinna annar staðar menn kannski fúlast stundum yfir því hvað eru margir sem koma að en við erum bara á þannig stað að það er vegurinn liggur í báðar áttir en við njótum alveg, finnum það alveg, við njótum góðs að því að þeir sem að koma að þeir koma til okkur í mat. Sko. Það liggja allra leiðir hérna í gegn en nú var samkaup með verslun hérna og við þessi tímamót þegar breytingarnar urðu í maí þá var rekstri hennar hætt. Eru þið með eitthvað sambærilegt vöruval líka? Við erum með svona alla helstu nauðsynjar. Samkaup rak hérna allt húsið sko. Og seinustu áramóta þá tók N1 yfir reksturinn á húsinu, N1 átti húsið og það hefði verið svona ákveðin þróun í þá átt að við vorum með svo kallað klukkubúð sem var þá með hærra verði heldur en lágvöruverðsmarkaðirnir og frá því að þetta hús var byggt á þessi verslun opnuð þá var náttúrulega búið að fjölga komnar á svæði lágvöruverslanir og Netto samkaup breytti sinni verslun yfir í Netto fyrir örfáum árum. Þannig að þróunin innan þeirra var eðlilega svo að það minnkaði verslunin í þessum geira en við bjóðum hins vegar upp á hérna allar helstu nauðsynjar þannig. Og svo er fjölbreyttur matseðill og allt sem til þarf. Já. Og svo náttúrulega bensín og smurolíur og svoleiðis. Nú, svo stoppuðu alltaf rúturnar hér, þetta var svona umferðarmiðstöð og er kannski ennþá því að strætó stoppar hér enn og þetta er tengistöð. En þessi stöð hérna, hún minnir nú talsvert á nýja staðaskálan. Er þessi hönnun vel heppnuð? Sko, það er nú ekki alltaf hægt að breyta gömlum húsum þannig að vel sé, en það tókst að mínu mati verulega vel að breyta þessu húsi. Ég, sko, þetta er mjög, af því að nú er
í tísku að endurnýta allt, sko. Ég segi bara að þetta mjög góð endurnýting á þessu húsi, sko. Og viðskiptavinirnir ánægðir. Já, það ég finn ekkert annað en að þeir séu ánægðir, sko. Á annað 100 manns mættu á stofnfund Hollvinasamtaka Heilbrigðisstofnunar Vesturlands sem haldinn var hér á sjúkrahúsinu á Akranesi. Og það var mun meiri mæting á fundinn en nokkur reiknaði með. Steinunn Sigurðardóttir, formaður nýstofnara Hollvinasamtaka Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. Hvernig kom þetta til að þessi samtök voru stofnuð? Ég og fleiri höfum gengið með það í maganum í svolítinn tíma að stofna þessi samtök, reyndar í nokkur ár. Og síðan var það þannig að ég ákvað núna í nóvember að tala við nokkra einstaklinga og athuga hvort þeir væru tilbúnir til þess að koma með mér. Við erum sem sagt 4 hérna á Akranesi sem ákvaðum að setjast niður og velta vöngum yfir því. Í fyrsta lagi hvort að það væri þörf fyrir svona samtök og svo í öðru lagi hvernig við ættum þá að starfa. Það kom strax í ljós að menn taldu að það væri mikil þörf fyrir svona samtök og það er svona upphafið af þessu. En það var mikil og góð mæting hérna. Bjóstu við svona mörgum? Nei, ég bjóst ekki við svona mörgum. Það segja mér menn að það hafi verið milli 130 og 150 manns hér. Síðan veit ég að það voru 60 manns sem fylgdust með fundinum í fjarfundabúnaði og þetta fór langt fram með mína björtustu vonur. Ég sagði nú á undirbúningsfundi að við skildum svona vera ánægð ef það kæmi 10 og mjög glöði ef það kæmi 100. Þetta fór langt fram úr öllu sem við áttum vona. Þannig það sýnir kannski að það er áhugi fyrir því að styðja við í að bakið á þessari stofnun. Já, það er mikill áhugi. Áður en að þessu stofnfundi kom að þá töluðu við fólk út allt hérað. Að þetta er alltaf Hollvinasamtök Heilbrigðisstofnunar Vesturlands sem er 8 starfsstöðvar og við ræddum við fólk á öllum þessum stöðum til að fá svona þeirra skoðun á því og hvað við ættum að gera. Og allstaðar þar sem við höfum rætt við fólk, þá höfum notið mikils velvilja. Við höfum líka þurft að fá fólk til að hjálpa okkur við nokkuð verkefni og það var allir sagt já. Steinunn, þú varst í áratugi hjúkrunarfræðingur hér og hjúkrunarforstjóri. Hefur starfsfólkið á þessari stofnun lagt mikið að mörkum í öllum sparnaðinum? Já, það má svo sannarlega segja það. Ég hef verið stjórnandi hér fyrst í sjúkrahúsi Akraness og síðan Heilbrigðisstofnunar Vesturlands í 28 ár af 40 ára starfsferli mínum og það er eiginlega alveg sama hvar maður lítur starfsmenn, núverandi starfsmenn og fyrrverandi starfsmenn þessara stofnuna hér á Akranesi og allstaðar á Vesturlandi. Þeir bera mikinn hlýhug til stofnunarinnar og í gegnum þessar þrengingar sem við gengum í gegnum frá 2009 þá stóðum við alltaf saman eins og einn maður og það er okkar gæfa. Og mér sýnist að það sama ætla að verða núna þegar við stofnum þessi Hollvinasamtök að menn bera mikinn hlýhug til stofnunar og menn ætla að standa saman. Og það skiptir öllu máli. Veistu hve margir hafa skráð sig sem stofnfélaga? Nei, ég hef ekki haft tíma til þess að fara yfir blöðin en ég gæti trúa að stofnfélagar eru það aldrei undir 200. Steinunn, til hamingju með þetta. Takk þér innilega vel fyrir. Takk fyrir mig. Naglar og þakefni ásamt húsklæðningum hafa verið framleidd í Borgarnesi í áratugi. Það eru 60 ár síðan að Vilnet hóf starfsemi hér. Síðan hefur margt breyst og fyrirtækið var keypt af Límtré árið 2000. Aðalsteinn Símonarson er forstöðumaður framleiðsludeildar Límtrés Vilnets í Borgarnesi. Hvað segirðu mér af starfseminni í dag? Er hún jafn fjölbreytt og hún hefur alltaf verið eða fjölbreyttari? Hún verður í sjálfu sér fjölbreyttari með hverju árinu má segja. Við reynum að bæta við okkur reglu en leggjum þó náttúrulega mestu áherslun á þessa grunnframleiðslu, annars vegar naglana og hins vegar bárujárnið eða völsunina á klæðningarefnum. Bárujárn, er það eitt og sama bárujárn og bárujárn? Alls ekki. Bárujárn er í rauninni mjög fjölbreytt. Bárujárn getur verið ál. En við lítum þannig á, eins og ég sagði áðan, að við erum að valsa klæðningarefni og það getur verið úr mismunandi hráefnum, það eru mismunandi undirefni og fjölbreytnin er mikils. Og völsunin líka mismunandi?
aðeins. Það eru mismunandi form sem við bjóðum upp á, en þetta klassíska gamla báruformaða ávala sínusbáran, hún er langstærst og vinsælust og kannski hentar einna bestu í íslenskar aðstæður. Og hefur staðið sér vel í gegnum tíðina. Já, mjög vel. Það að flytja út kannski líka? Aðeins gerum við því til frænda vora í Færeyjum, en þeir kaupa svo sem fyrst og fremst af okkur ál, þar að segja valsað ál, báru valsað ál. En naglaframleiðslan, nú komin mun meiri samkeppni í það en var í eiran tíð og líka í þakklæningar svo sem. En naglaframleiðslan stendur hún alltaf verið sínu? Hún hefur farið minnkandi á undanförnum áratugum svo sem. Við erum búin að verða 60 ár frá því við byrjuðum, en þetta hefur, já eins og ég sagði, minnkað umtalsvert. Það er svo sem ekki samkeppni í naglaframleiðslu á Íslandi. Ég held að við séum þeir einu sem að gerum það, eða þau einu. En það er náttúrulega innflutningar á þessu eins og mjög mörgu öðru. Síðan eru náttúrulega bara breyttar byggingaraðferðir og aðrar aðferðir við að festa komnar til sögunar sem að gera kannski fyrst og fremst samkeppni. Þannig að það er fjölbreytni fyrst og fremst sem að ræður ekki. Já, fjölbreytnin er góð og við erum svo sem ekki teimnir við samkeppni, við reynum bara að standa okkur í því sem við erum að gera. Hvað starfa margir hér í Borgarnes? Það er eitthvað á 50 núna og alltaf að bætast við. Mest í nöglum og stáli? Nei, við erum í rauninni með 5 framleiðsludeildir hérna, eða 5 deildir í Borgarnesi fyrir utan skrifstofuhald og söludeild. Erum líka með blikksmiðju og járnsmiðju og rafvirkjaþjónustu. Þannig að þetta er mjög fjölbreytt starfsemi og hlýtur að skipta miklu í ekki stærra samfélagi hér? Já, við teljum það. Erum náttúrulega talsvert að þjóna hér nærumhverfi með þessum þjónustudeildum okkar og hérna náttúrulega þessi framleiðsla sem að byggir á gömlum grunni og hún tryggir góðum fjölda fólks atvinnu. Hvað er það nöglu sem selst mest? Galvensuru 2,5 tóma eða hvað er það? Alltaf einstökum tegundur sé það ekki þaksumurinn, ég hugsa það, sem er seldur með álsinkinu okkar. Nei, hann er stærstur. Já, svona af einstökum tegundum, en 2,5 og 3 tóman eru náttúrulega sterkar líka, hefðbundni byggingasumurinn. Og pappasumurinn? Já, hann er líka. Þetta er allt til staðar, þeir eru með fjölbreytt úrval. Já, við framleiðum eins og naglarna, er ekki bara úr járni, við framleiðum úr ryðfríu stáli líka og kopar. Og það hefur ekkert verið farið út í skrúfuframleiðslu hér? Nei, það höfum við alveg látið að sig. Þú bjartsýnn á framhaldið, alls? Já, ég held að sé engin í sjálfu sér ástæða til annars. Það er vöndun á byggingum á Íslandi og við erum að bjóða mjög fjölbreytt úrval af byggingavörum almennt, þannig að við hljótum að eiga góðan möguleika þá á næstu árum í þessar uppbyggingu sem þarf að eiga sér stað. Ekkert verið byggt en annars ekki neitt á síðustu árum og þannig að þetta getur ekki annað að fara upp á við eitthvað. Það getur allavega ekki annað en farið upp á við, það er nokkuð ljóst miðað við stöðuna undanfarin ár.